Ég fer sko úr myndinni, ég vil ekki vera live bara svona fyrir þetta. Blessaður. Já, góða kvöldið ágættur hlustendur, þetta Rauðaborðið á miðvikudegi og eins og síðast að þá bara opið alla gátt hérna og hérna við ætlum að biðja fólk og bjóða fólk að koma til okkar og með að taka orðið, leggja eitthvað til sem að því finnst skipta máli. Við höfum svo sem ekkert plan það hvert þessi þáttur getur farið. Það ræðist svolítið af því hverjir hringja inn og hvað þeir vilja leggja til. Síðast var nú ágætt skemmtilegt hjá okkur sko, því að það kom alls konar fólk hingað inn og svo spunnust umræður þeirra á milli og varð allt öðruvísi þáttur en við erum kannski vön hér við Rauðaborðið. Og það komið eitthvað fólk hérna strax, það til dæmis gamall gestur hérna úr þættinum, Ingi Þór sem er komið í þætti, stýrimaðurinn sem að sildi í land, Ingi Þór, blessaður. Ásælkunar. Blessaður. Hvað segirðu? Ég var eitthvað að spjalla við í dag og var eitthvað að velta fyrir mig hvort að þú hefðir einhverja skoðun á verkfallinu á Herjólfi? Já, ég var nú ekki búinn að skoða málið þú spjallaði við mig. En svo kynnti ég mig málið aðeins og ég veit ekki hversu mikla skoðun eða hversu mikið maður að halda að sér í þessu sko. Ég las aðeins þetta og við svona, fyrstu skoðun þá þetta bara klárt brot þarna hjá opinberu hlutafélagi. Já, útgerðin í eigu Vestmannaeyjabæjar, þetta sveitarfélagið. Já, þetta OHF. Og svo fór ég að skoða tengda fréttir og sé þá Jónas Garðarsson að hafa skoðun á þessu. Og ég tek nú öllu með fyrirvara sem Jónas Garðarsson segir. Og þar hann að vitna í dag að hann vilji bara fá þetta fyrir félagsdóm til að fá allt úrskurð hvort þetta sé rétt eða ekki rétt. Og finnst það rosalega skrítið og opinbert hlutafélagi að brjóta svona á þegnum sínum. Þetta nú sjálfur maður sem braut á sínum eigin félagsmönnum í Sjómannafélagi Íslands. Maður sem virti félagsdóma engu þegar úrskurð á honum í óhag. Þannig að mér finnst hann vera svolítið að nota bara dómstóla þegar honum hentar. Já, þú ert að vísa í því þegar Heiðveig María fór fyrir félagsdóm vegna þess að þeir ákana fyrst úr félaginu, meinuðin að bjóða fram, höfnuði að yrðu kosningar til þess að sjómenn gætu valið sér forystu. Já, akkurat. Og svo í kjölfari þá segir hann sig úr félaginu og hann á að vera hættur. En svo hann allt í einu fremstur með jafninga núna í þessu máli. Ég skil ekki alveg, þetta alltaf mitt eigið félag, Sjómannafélag Íslands. Mér þykir líka mjög leitt að vera að tala svona móti verkalýðsforystunni. Mér finnst þetta eitthvað skrítið að hann sé ennþá vinnandi þarna og það var bara alltaf vera eftir hans hentisemi sko. Hann stíða til hliðar sem formaður þegar átökin voru, en hann núna formaður samninganefndar í fréttum. Já, ég sé ekki alveg hver munurinn á ef hann að vinna sem formaður nefndarinn að formaður félagsins, ég meina, hvar liggur þetta eiginlega? Hvar liggja mörkin? Þetta svona, þegar ég var að kynna máli sem stakk svolítið út úr sko. En svo ég fór að skoða samningana þarna og ég get ekki séð betur en þeir sem með fína samninga og góð kjör.
og svo sé þetta strandur á það sem að vinna mikið, ég meina öll sjómennska þá að vinna mikið, þannig að ég veit ekki alveg hvað skoðun ég á að hafa þessu verkfalli, þar sem ég þekki náttúrulega ekki vinnurútínu borð við Herjólfi, sko. En þetta svo eins og annað í þjóðfélaginu, Icelandair vill náttúrulega ekki skerða vinnu flugfreyjarna, sko. Þetta svipa, vilja fá meira fyrir mannskapinn, vinna meira fyrir sömu tekjur. Þannig að það eitthvað munstur að verða til þarna í þjóðfélaginu. Þú veist, þeir vilja vinna minna fyrir sama peninga, vilja það náttúrulega reyndar allir, en maður svolítið reyna átt að sjá hvað að gera, sko. Það það sem ég næ ekki alveg að skilja á. Ingi Þór hingraðins að ég sé að Kolbrún, Katrín Baldursdóttir komin hingað fyrir ég. Hún mikill verkalýðssinni. OHF félag í eigu sveitafélagsins í Vestmannaeyjum startar bara gamla skipinu þegar að yngra skipið komið stopp út af verkfalli. Hvað að gera? Þetta náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur, sko. Og það bara illa komið ef að menn ætla bara að sniðganga launafólk í ákveðnum stéttarfélögum sem að berjast fyrir sínum kjörum og það nú einu sinni þannig að það lögbundin, kjarasamningar eru lögbundnir og samningar renna út og þá á að semja nýja, ekki satt, og venjulega það þannig að atvinnurekandinn, það hann sem græðir yfirleitt á vinnuframlaginu og ég þess maður styðji svo Sólveigu Önnu núna þegar formann Eflingar, þegar hún að krefjast þess að það verði látið af þessu sífellda arðráni og vinnuafli og þess vegna segja og eins með flugfreyjurnar núna, það bara verið að hóta, sko, ef að þið ekki góðar að þá bara hendum við ykkur út bara allri stéttinni, öllu flugfélagin, það getur bara pakka saman og hætt. Og þetta að endurtaka sig sýnt og heilagt. Það alltaf atvinnurekandinn og hans hagsmunir sem í fyrirrúmi og svo alltaf notað eitthvað eins og hjá flugfreyjunum, þá það notað, sko, að það eins og flugfreyjurnar beri ábyrgð á því hversu illa komið fyrir félaginu. Auðvitað það eitthvað allt annað. Það eru þeir sem stjórna sem gera afglöpin og svo eiga bara allt svo vinnuaflið að bera ábyrgðina. Og þetta gengur ekki og það þarf að snúa þessu öllu saman við og altså vinnukrafturinn og launafólk í landinu það fjölmennt með það sterk stéttarfélög á bak við sig að það verður að snúa við valda hlutföllunum. Það að segja að það á ekki að ákveða neitt kjör fólks, öðruvísi en verkalýðshreyfingin komi þar sterk inn, ekki sem áhorfandi eða umsagnar aðili, heldur sem sterkur aðili í ákveða. Þetta bara eins og LÍÚ. Sjáðu LÍÚ, það hefur bara ráðuneytisígildi. Það liggur við að það sem samþykkt breytingar í sjávarútvegi á Íslandi, það bara skrifað af LÍÚ, af hagsmunaaðilum í sjávarútvegi, af ríkustu stórútgerðarmönnunum sem stjórna þessu. Einu sinni var það þannig til þessum bændasamtökin. Þau bjuggu bara til landbúnaðarstefnuna. Þetta allt svona. Og þessu þarf að breyta og það löngu komið tími til þess. Og þetta mín sem sagt mitt innlegg í þetta mál. Ingi Þóra, því að Katrín að tala hvernig ábyrgðinni á rekstri Icelandair velt yfir á flugfreyjur. Þið sjómenn eru vanir þessu, þið takið þátt í að borga olíuna og þið takið þátt í fjárfestingunum og þið eru eiginlega orðnir svona með útgerðarmenn í þessu án þess að fá kannski neinn hag af því þegar talið upp úr kössunum. Já, það voru rosalega flott orð hjá Katrínu. Já, ég get alveg tekið undir þetta. En náttúrulega svona með Icelandair, þá náttúrulega bara búið að vera neyslufyllir á stjórninni þar. En ef við færum okkur yfir í sjávarútvegi og til dæmis eins og það að borga skipin og borga olíuna,
og þá var þetta sett á þetta olíugjald á Alþingi meðan olíukrísan var hérna og þetta átti að vera til skamms tíma. En þar voru 30% tekin af laununum okkar og aldrei skila tilbaka aftur. Og meðan að fólk kýs þessa fjórflokka vitleysu yfir sig ár eftir ár, þá þetta aldrei að fara að breytast. Þess vegna finnst mér einmitt að sko verkalýðshreyfingin á að vera svo sterk, heyrið í mér. Já. Má ég grípa það inn í sko, af því að verkalýðshreyfingin hún á að vera svo sterk að það alveg sama hvaða flokkar eru við völd. Hún hefur alltaf svona sterk völd, alveg sama hvað. Þannig að einhverju jólasveinar þarna á Alþingi, misvitri ráðherrar, að þeir eru ekki geta klúra þessu sko. Þannig það mín sýn á þetta. Já, við erum alltaf búin að vera með veika verkalýðsforystu þarna lengi, alveg sama ykkur horf. En núna maður sér smá svona vonaglætu með Sólveigu og Ragga og Villa, fólk sem að talar eitthvað að viti. En eins og með okkur sjómenna og bara eins og í þessu máli í Vestmannaeyjum, þá sundrungin sem að skemma fyrir okkur allstaðar. Bara það að Vestmannaeyjabær geti hringt og séð hverju í jötun og sendt þá út á sjó í staðinn fyrir sig að finna einhverja menn í Sjómannafélag Íslands náttúrulega bara galið ástand. Það 2020 og það á að vera meiri samstæða hjá okkur og eigum að vera mikið tengdari vinnan hjá stéttarfélögunum. Bara eins og það að Jötun og Sjómannafélag Íslands ætluðu að sameinast hérna árið. En Jötun hætti við út af hvernig Jónas Garðarsson gekk fram hérna í máli Heiðvegar. Þá hætti Jötun við. Og það náttúrulega leiðilegt að getur ekki orðið sameining út af einu manni, sko. Og ef það hefði orðið þá væri ekki hægt að fyrir Herjólf að ræsa gamla skipið með bara engin fræðilegur möguleiki. Við erum svolítið að tala um verkalýðsmál og ég sé að aðaltrúnaðarmaðurinn í Straumsvík á línunni. Reinhold, það slökkt á mikrofóninum. Það slökkt á, við heyrum ekki hvað það segir. Að hann kemur það. Hvað segirðu? Heyrðu í mér, Reinhold? Við heyrum alveg rosalega illa í þér. Það mikið ískur. Ok, það bara bilaði ábyggilega tíminn. Já, núna þetta í lagi. Þetta í lagi nú. Já, þið ekki, ætti þú ekki að vera að semja eitthvað í Straumsvík? Eða ekki svona úrslitastund þar bara núna mánaðamótin hvort að verði áframhald á rekstrinu þar? Ég veist að það átti að vera seinustu mánaðamót, þeir brest og þeir eitthvað tala við Landsvirkjun breytta raforkusamning. Það var búið að lækka það ekki 25%? Nei, það veit ég ekki hvað var, það var sko, Landsvirkjun var að bjóða 8 stærstu kúnnunum sínum alltaf 25%, þetta svona eins og útsölunum sko. Og það var alltaf 25% í 6 mánuði og ég veit ekki hvað álverðinu var boðið, ég hef heyrt að það væri kringum 10%, en af því að þeir eru að semja við Landsvirkjun, þá hafa ekki fengið neitt afslátt. Það samninga að vera í gangi og þá veitti Landsvirkjun þeim engan afslátt að meða. Það sem fekk mest fekk 25% og svo var það alveg niður í eitthvað, bara svo prósent hjá þessum fekk minnst. Þú ert í Póllandi, þess vegna kannski slæmt samband við þig. Hvað segðu mér svona með starfsfólkið í Straumsvík? Kunnið eitthvað að leggja mat á það? Hverju líkurnar eru til þess að starfsemin verði þarna í gangi í haust? Nei, við bara kunnum ekki að leggja neitt mat á það. Þeir voru að loka alveg Póllandi. Bara því voru lokað í ágúst á næsta ári. Og það er aldrei búið fyrir það á þetta Suðurflokku. Þeir eru með eitt álver og það notaði 13% af raforku sem í framleitt af Víðfjarðarflokku og 450 tonna álver. Og mikið högg sko fyrir samfélagi þar að það datt út. Það bara mjög dæmi og með okkur sko.
Þannig að það bendir til þess að þeir eru alveg tilbúinir að loka bara í Straumsvík. Já. Ef þeir meta að þeir hafi hagað því, þá loka þeir bara. Það er bara lokaður. Þannig að sko, þeir gerðu þetta fyrir frá og ég veit ekki hvað muni gera hjá okkur, sko, ekkert frekar fyrir þú. Það er okkur annar. Það er bara einhver kallandi heimis að taka ákvörðun þetta. Það er okkur fundi. Já. Það heyrist svona frekar veikt í þér, ég ætla að pröfa að það komin í nýr hlustandi, eins og sagt er, Þórbergur. Heyrið þú í mér, Þórbergur? Já, heyrið mér. Já. Hvað má bjóða þér að leggja til málana? Ég er bara ekki búin að, ég er bara nýkomin inn og vissi ekki alveg hvað þið voruð að tala þarna. Já. En ég hef ákaflega margt að ræða. Ég er náttúrulega, mér þykir svo áhugavert að ræða sko, auðvitað kvótakerfið og framsalsheimildina og alla þá baráttu sem við eigum eftir að hreinsa upp alla í þá skömm sem við lifum við í dag. Og þar finnst mér kannski nærtækast að byrja á sko á þeirri hvaða aðferð eigi að nota við að snúa ofan af þessari vitleysu. Mér finnst sko þeir sem kannski tala hæst þetta að fara uppboðsleið einhverja. Nú voru sem sagt stjórnmálafóringjar farnir að tala það aftur. Þeir átta sig ekki á því sko að það bjóða engir í nema þeir sem eiga skip sem geta veitt. Þannig að bótin fer alltaf á sama stað. Og það verður bara eins og með fiskmarkaðina. Þetta verða samantekið ráð og menn bjóða bara ekkert meira heldur en þóknast. Og þeir skipta þessu bara áfram á milli sín eins og hefðbundið í öllum skipta samningum sem viðgangast bara eins og í pólitíkinni, eins og við þekkjum. Helmingaskiptareglurnar sem eru nú heimskunnar og allt þar fram til götunum. Þannig að ég held að við nú að fara einhver aðra leið heldur en að fara að bjóða þetta. Bara svona sem fyrsta innlegg. Má ég kom inn í þetta? Því að mér finnst þetta svo athyglisvert sem annar er að segja, Þórbergur. Vegna þess að ég er kannski svona einföld sko. Ég er alltaf sem býtur nú við uppboðsleið. Uppboðsleið. Þýðir það ekki bara það að sá sem á mesta peningin, að hann býður hæst. Og hverjir eiga það sem eiga mesta peningin? Við vitum alveg hverjir það eru. Þannig ég hef ekki skilið því algjörlega sammála Þórbergi það verður að fara einhverja aðra leið. Því að ef þetta er spurning markað, þá er þetta alltaf spurning það, ok, ef þú átt 100 tonna fiski, þú selur þeim sem vill kaupa fyrir hæsta verði. Og hverjir eru það sem vilja kaupa, geta keypt? Hvað með þennan þá trillukallinn þess vegna eða smábáta eigandan eða þá sem eru með minni skip vilja koma og vera með, en þeir geta ekki boðið eins hátt á uppboðsmarkaði eins og stóru skipin og stóru eigendurnir. Þannig að ég eiginlega getið skipt fyrir mér akkur menn eru svona hrifnir af þessu uppboðsleið, allir þetta, við erum að fara uppboðsleiðin, allir að þingi, samfylkingin og allir við erum að fara uppboðsleiðin, ég botna ekki dýr. Getur eitthvað sagt það? Hún bara uppboðsleiðin ekki raunhæf. Það er bara einfaldlega þannig, það er bara alveg sama hvernig á hann lítið. Ég finnst svo óraunhæft að bara margreyndir pólitíkusar sem maður hefði nú haldið að ætti að vera pínulítið inn í þessum málum. Þeir skulu ekki hafa einhvern smá skilning á því að í fyrsta lagi þá erum við með einhvern albest búna flota heimsins til fiskveiða og auðvitað notum við hann bara áfram. Við erum ekkert að rugla neitt í því. Það eina sem við þurfum að gera og eigum að gera það er að stöðva þetta frjálsa framsal. Og við eigum að taka ákvörðun það hvernig við ætlum að innheimta auðlindagjaldið. Einfaldasta leiðin, skilvirkasta og svo trúverðugasta er sú
að við miðum við heimsmarkaðsverð afurða. Þar verði auðlindagjaldsmyndun og síðan bara tekur greinin við og sér það að deila niður auðlindagjaldinu innan greinarinnar. Það að segja greinin skilar ríkissjóði hvað miklu, 5%, 10%, 50% eða 90% af heimsmarkaðsvirði seldra afurða. Þú falsar ekkert sölutölur á heimsmarkaði. Ég held að það sé bara mjög erfitt ef það bara hægt yfir leið. Greinin tekur svo að sér að skipta þeirri greiðslu. Það að segja söluaðilinn tekur þátt í þessu, útgerðin tekur þátt í þessu, sjómaðurinn tekur þátt í þessu, eða hvernig sem mann vilja hafa þetta. Ríkisvaldið á ekki að þurfa að skipta sér að því. Þetta á að vera bara samningsatriði innan greinarinnar. En í öllu falli þá þarf ríkissjóður á þessum fjármunum að halda væntanlega til þess að geta rekið sitt batteri og sveitafélögin auðvitað. En þetta er auðvitað leiðin sem á að fara. Það á að taka mið af heimsmarkaðsverði afurða. Hérna, því að Ingi Þór er nú sjómaður, hvað með ykkur sjómenn að stundum þegar það verið svona deila kvótakerfið að þá verða sjómenn helst sýnilegir sem svona í samstöðu með útgerðinni. Er það þannig að megin þorri sjómanna styðji svona núverandi kvótakerfi og núverandi stórútgerðir? Nei, ég held að enginn með full FM geti stutt þetta kvótakerfi nema eigi kvóta sjálfur. Þannig eins og Þórbergur á að segja sem er enda rangt hjá honum, við erum með versta flotan hérna í Norður Atlantshafi, kannski fráskildu Rússum, og það er bara þökk sé hérna vinstri flokkunum daginn þegar settu auðlindagjaldi á að útgerðir fóru að endurnýja skipi sín. Það var þetta því að auðlindagjaldi tók mið á hagnaði, þannig að þú varst með meiri rekstur í fyrirtækinu, þá var minna auðlindagjald, þá nýttur tækifæri til að endurnýja skipin. En við erum búin að búa að vera á 50-40 ára gamlu skipum hérna í langan tíma. Og hvað með þetta kvótakerfi? Svo við útskýrum þetta aðeins að myndirnar af þessum 5 togurum sem hefur verið að sýna og verið að sýna rosalega fjárfestingarkraft eigandana. Þú ert að segja það að ástæðan fyrir að þessi skip voru keypt voru þau að auðlindagjaldið var lagt á og það var lagt á hagnað og með því að raunverulega fjárfesta áður en að kemur að hagnaðinum að þá gátu útgerðarmenninni varið hluta af auðlindagjaldinu sem hefðu annars borgað í því að fjárfesta og þá fóru þeir að fjárfesta. Þess að hærri skattar leiddu til aukinna fjárfestingar öfugt við það sem sagt er, því ef það hefði ekki verið hærri skattar þá hefðu við bara dregið arðinn til sín. Já, það er nákvæmlega þannig. Þannig að þeir voru eiginlega bara, þegar maður ítt út í hot til þess að kaupa skip. Annars hefur þeir aldrei gert þetta, sko. En ef við horfum á flotan síðust árin, þá var þetta allt 30 ára og eldra, sko. En með þetta kvótakerfi, ég sé ekki neina haldbæra lausn í þessu, hvernig er þetta að ná einhverjum árangri til að fá meira gjald og náttúrulega maður er búin að lesa Marx og Engels og Rauður í gegn, þannig að mín skoðun á þessu er kannski ekki alveg svo besta, sko. Ég var bara helst til að ríkið myndi reka þetta allt saman og halda þessum mönnum úti. En þú veist, ef maður horfir á eignarhlutin hjá þessum mönnum, þeir eiga útgerðirnar, þeir eiga vinslunar, þeir eiga söluskrifstofuna, þeir eiga fjölmiðlana, þeir eiga fasteignafélögin. Hvað þurfa þeir eiga meira, þú veist, og svo þegar kemur að kjarasamningum, þá eru samt að leita í vasa sjómanna til að bæta kjör sín. Þannig hvenær á nóg að vera nóg fyrir á? Það verður aldrei. Það þarf eitthvað að fara að gerast. Þeir náttúrulega ganga bara eins langt og þeir geta og þeim er leyft. En Ingi spyr, hvenær er nóg? Hvað geta það gengið langt? Eins langt og þeim er leyft. Hver stígur á bremsuna? Hver stígur á bremsuna? Það er góð spurning. Sjómannastéttin er alveg mjög veik, tvístruð og veik. Fámenn og þeir samningar sem hafa verið gerðir undanfarið, nýsmíðasamningarnir og þetta sjómannafslátturinn tekin af, sko þetta allt sem hefur verið gert, hvert einasta skrefurinn rýrir svo mikið tök sjómannastéttarinnar á þessari grein.
Og það bara sem dæmi til dæmis að við erum eins og vorum að tala hérna daginn með verðlagsráð og verðlagsráðsverð á fiski. Að þetta skuli vera núna 2020, að við skulum ekki vera með allan ferskan landaðan fisk á fiskmarkaði. Þetta er alveg dæmalaust. Ég get engan veginn skilið hvernig stendur á því að öðru leyti en því að sjómannastéttin sé bara svona agalega veik. Hún stendur alveg mjög veikt og hættulega veikt. Já, það er líka... Bara býta aðeins, þetta stimpilgjald sem hann var verið að fella af útgerðinni, að býður upp á það að útgerðirnar þær geta flagga skipunum út og inn, hvernig sem þeim hentar, og það er ekkert langt að býða til því að skipunum verið flaggað út og verið skipt áhöfn og skipunum verið flaggað inn með áhöfninni sem er ráðinn undir einhverjum öðrum fána. Ég held að íslensk sjómannastétt sé algjörlega búin að missa tökin á þessu öllu saman, bara því miður. Já, mér langaði að segja í þessu samhengi sko, að þetta er bara lítið dæmi hvað það verkalýðshreyfingin og launafólk hefur lítinn rétt og hann er alltaf verið að minna og minni, bæði hér og heimsvísu. Þannig að þetta er bara staða sjómannastéttarinnar bara eins og staða annarra stétta í samfélaginu. Og ég get ekki séð, og við erum náttúrulega svo ofboðslega heilaþvegin af fjölmiðlum stórútgerðarmanna og þeim, að við í raun og veru að það má eiginlega ekki segja það að auðvita á þjóðin að taka þetta til sín bara. Það er ekkert öðruvísi, þetta eru menn sem að hirða arðinn á okkur, stela honum alveg botnlaust. Þetta eru menn sem fara inn í aðrar þjóðir og stela af þeim líka. Þetta eru menn sem stela af vigtinni, þeir stela og svindla allstaðar, þeir eru með innherja viðskipti og þeir eru að kaupa á hver öðrum og fara inn í öll önnur fyrirtæki og eru með þetta allt saman, með eru klædnar allstaðar og ef það er ekki lögleysa þá er það siðleysa. Þannig að við eigum auðvita sem þjóð, vistu það að við á Íslandi, við eigum svo mikið að hæfileikaríku fólki, vel menntuðu og ekki bara menntuðu, heldur menn sem eru líka með reynslu, þó þau sé ekki með einhver sérstaka menntun, auðvita eigum við og við eigum að fá allan arðinn af þessu og punktur og basta. Ég segja bara og standið það. Þannig að þið sögðu að sjómannastéttin væri svo veik, ég langaði að heyra þessi Inga Þóru það og kannski líka þetta sem að Katrín er að segja, að hvort að við séum háðir þessum mönnum sem er kannski bara Þorsteinn Már og Guðmundur í Brím og má ég kannski spyrja því, mundu við bjarga okkur í sjávarútvegi þótt að við nytum ekki forræðis Þorsteins Más Baldurssonar, Ingi? Já, það segja eitthvað hann upphátt maður, það getur verið dýrt. En ég las bókina eftir Helga Seljan, ekkert að fela og mér finnst þetta er alltaf allt siðleysi sem gerst þarna fyrir norðan. Og mér langar alltaf að vera talsmaður fyrir breyttum hlutum og en eins og ég kom á það áðan, það var náttúrulega ekkert pláss fyrir nýja hluti í Sjómannafélag Íslands, þannig að maður langar svona aðeins að kíkja í kringu sig hvar maður getur haft einhverja breytingu En ég verða með Guðmundur Brím, ég bara heyrt góða hlutum hennar mann þótt hann kallaði Gummi Vínarlausi. Til dæmis í verkfallinu síðasta, þá var hann alltaf tilbúin að semja ásamt Hápi Granda. Þetta stoppaði alltaf á Norðurlandi og Austurlandi. Og ég hef sjálfur alltaf unnið fyrir Gumma Brím og það verður allt staðið þar klappað og klárt voða fínt. Sennilega best að vinna fyrir hann af þeim öllum. En ég er eiginlega að spyrja þess að hugmyndum að það að sé góð útgerð hér og góð fiskvinnsla og við búum til afurðir sem eru seldar með þokkalegu verði á erlendum mörkuðum. Erum við háð svona drifkrafti örfára einstaklinga að því að Katrín var að segja þetta til bara nóga fólki sem getur rekið þokkalega útgerð og þokkalega fiskvinnslu og þokkalegt markaðsstarf? Alls ekki, við getum alveg græja þetta mál sjálf. Það er ekki flókið mál að selja mat. Það er endalaus eftirspurn eftir mat í þessum heimi og sennilega minna framboð heldur en eftirspurn.
Þannig að það engin geimvísindi að selja afurðir. Það sem eru geimvísindin í þessu að fela hagnað og sölur og sniðganga menn og svíkja og pretta. Og það það sem menn gera vel, það það sem við kunnum ekki. Þannig að ég get ekki sé neitt í fyrirstöðu, við getum gert það með heilum huga og heillindum, sko. Það komið nýr hlustandi, Sigurður E. Heyrðu í mér, Sigurður? Já, ég vel í þér. Já, þú ert búin að hlusta aðeins á samtalið svona síðustu mínúturnar. Ég ekkert að biðja þig til að halda áfram með það. Þú mátt líka bara skella í nýju umræðuefni. Þetta fólk skólir allt. Ég sé að vinur minn og félagi einoldir þetta líka. En það sem ég efst á huga núna er verið að fara að loka Straumsvík. Við vorum að spyrja hann að því, við náðum smá sambandi við hann kannski reynir það aftur, það var frekar slæmt sambandi við Pólland, en við sættum okkur við það svona eins og í gamla daga að það væri slæmt sambandi við að tala útlanda. Ég veit ekki hvort það heyrist eitthvað betur í mér núna. Ég reyna að tala í hóttarlegan. Það er betra. Ok. Sko ég veit ekki hvort það verið að loka Suðurþra frekar en nokkur annar hér á landi. Sko. Þetta bara ákvörðun sem tekin á einhverjum forstjórafundi erlendis. Að mönnum sem starfa ekki hérna og koma minnst hingað og varðar eiginlega ekkert okkur nema sem Excel-skjal. Og ég var að segja frá ég hefði hérna á Nýja Sjálandi og það var bara reiknistæmi. Og þetta verður bara reiknistæmi hjá okkur líka. Hvort það verður starfrækt áfram eða ekki. Og Ísal eiginlega verra reiknistæmi, þannig að ef ég á að lesa í þetta fyrir þig, Sigurður, þá tel ég vera svona 89% líkur að Straumsvík verður lokað. Ég held að þessi 90%. Þú ert Hafnfirðingur. Hvað það mikið mál fyrir ykkur Hafnfirðinga? Ég er aðfluttur áskoti. Já, ég er brottfluttur Hafnfirðingur. Já, ég veit ekki hvort ég teljast Hafnfirðingur fyrir eftir eitthvað svo 30 ár, sko. En út af þessu, það sem ég voru að hugsa þetta álveri og Nýja Sjálandi sem var að loka, það er sko, það tapaði 46 milljónir dala árið 2019, eða 6,5 milljónir króna, en Straumsvík að tapa 13 milljónum. Akkurat. Það það minna. Álverið Straumsvík minna heldur en álverið í tölvöld minna. Það heitir 450 tonna álver. Og þannig að það en sko það sem eina sem held ég að haldi þeim að þeir að semja við Landsvirkjun og reksturinn verður kannski áfram það þessi móðurfélagsábyrgð og ef því að ef þeir bara hoppa frá henni þá þurfa þeir væntanlega að borga Landsvirkjun í einhver ár eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig það frekar heldur en einn annar því að það algjörlega að loka þessa samningur. Og fæst ekki opnaður, Landsvirkjun segist vilja opna þetta, Hörður hefur sagt það bara sjálfu við mig að hann vilja bara opna þetta og setja þetta upp á borðið, en Rio Tinto vill ekki opna annan samning. Og þessi móðurfélagsábyrgð held ég það sem veldur því að álverið í gangi í dag. Þannig þeir eru með ábyrgð í því að kaupa eitthvað kannski segjum 65% af orkunni sem þeir nota í einhvern ákveðinn tíma, 3 eða 5 ár fram í tíman og það haldi þessu gangandi því að það að borga fyrir þennan hluta orkunnar án þess að fá neina framleiðslu í staðinn gæti verið meira tap heldur en þeir eru með í dag. Eitthvað svona dæmi lítur okkur þannig út fyrir þá. Það lítur eitthvað þannig út. Það er hægt að taka hann samningu upp 24 en ég held að sé ekki neins skyld að gera og ég held að samningur gildi til 36 segir maður rétt. Þannig að 2036, þannig að þetta eru 16 ár í viðbót. Þetta eru mörg ár í viðbót sko, en það geta verið einhverja glufur í þessu. Það geti líka verið niðurstaðið þessu, einhvern tímann heyrði ég það í vetur, svona vangaveltur það að þeir myndu selja samningin raunverulega inn í Norðurál eða eitthvað af annarri stóriðju sem því það ekki bara Ísal sem að glíma við þetta vanda að vera of lítið miðað við þau fyrirtæki sem þurfa að keppa við erlendis, þetta á það líka við álverið og járnblendið upp í Norðurtanga sem að gæti kannski verið að hugsa annarkvort að stækka eða loka. Hefur heyrt eitthvað svona vangaveltur? Já, það öll stóriðan í stórri endurskoðun
það nást ekki kjarasamningar við neitt af þessum fyrirtækjum. Ég held að sé mér þess að núna, þegar við erum að tala, þá sé stór fundur upp á Akranesi með starfsfólkinu inn í Norðurál vegna þess að Norðurál bara vill ekki semja. Það er allan hluti af verkfallsfélögunum þar er að kjósa verkfallsheimild og fyrir austan að það er bara ákvæður í mars að fresta samningum fram á hausta því að þeir komu ekki með neitt á borðið og sagðist vera innbóðslausir og gæti ekkert samið af því að reksturinn væri svo þungur og þeir borga hagstæðasta orkuverðið þar af allri stóriðju á Íslandi og þykjast ekki geta rekið það alveg. En segið mér, nú kasta þetta bara til inn í hópinn og þeir ráðið hver tekur þetta upp, að þegar að þessi fyrirtæki voru byggð, oft með mikilli meðgjöf frá ríkinu með skattaafslætti, heimild til þess að flytja hagnaðinn úr landi án þess að skatturinn væri skilinn eftir með ódýrri raforku lengst af, með ýmiss konar þjónustu eins og á Bakka að bora gat í gegnum fjall og guð má vita hvað ekki með því að borga fyrirtækjunum fyrir að mennta starfsfólkið og svo framvegis. Þá var þetta alltaf kynnt okkur að þarna væri öruggi vinnustæðir, örugg störf til langs tíma sem að væri. Erum við kannski að standa allt inni frammi fyrir bara gerbreyttur raunveruleika að öll stóriðjan hangi núna bara á bláþræði og eigendur hennar nota þennan bláþráð til þess að kannski ganga að verkafólkinu og Landsvirkjun með því að reyna að berja niður innlendan kostnað. Þannig að hagur íslenska samfélagsins af þessari atvinnugrein, það má kannski bara fara að setja stórt spurningamerki við hann. Ég held að Kínverjarnir séu að drekkja okkur í áli. Það er bara það sem álið er. Þú sjáðu, ef álframleiðsla í maímánuði, hún var í Kína 3,1 milljón tonna. En í Vestur-Evrópu eru 284.000 tonn. Og það er algjörlega ljóst að Kína ræður bara ferðinni í álinu. Og þeir geta bara, sagt að þeir framleiða ál og þeir bara beint inn í geymslur. Það er ekki þörf fyrir þetta ál. Svo geta þeir hendið sinna markað og kaffart allar aðra verksmiðjur. Þannig að ég get ekki séð þessi framtíðis í áli. Ég bara hætta þessu. Við erum bara að loka svo smátt og smátt. Kannski fyrst Straumsvík, svo þurfum við að loka jarðblendinu og nýta orkunni í eitthvað annað. Ég held að það sé framtíð. Reinhold, þetta er nú starfið þitt sem hann er að tala bara loka þessu saðan. Það er bara að ræða, þetta er bara, ég meina, það er bara ömurlegt að þurfa að skera þetta, en þetta er bara svona, ég meina, hvernig er alltaf að góða fyrir það að Kínverjar hendi ykkur milljón tonna áli á markaði? Fáum að heyra hvað Reinhold segir. Að Siggi hafi rétt fyrir sig að það sé ekki grundvöllur lengur fyrir svona stóriði á Vesturlöndum út af þessari samkeppni, ekki bara í Kína, heldur niður í Arabalöndunum líka. Og það sem er heipilega ódýr orka, framleidd með gasi. Og og í Evrópu, þar hefur Arkur frekar auðnaður, hann hefur bara lagst af nánast. Það er bara hvert fyrirtæki öðru hefur lagt upp laupana þar. En núna er til dæmis það sem þeir benda á í álveri að Norðpól orkan, hún er svo ódýr. Hún er bara brot af því sem að Rio Tinto er að borga til Landsvirkjunar. Þannig að þetta er allt mjög skrítið og sérkennilegur þessi markaður. Raforka er náttúrulega mjög stór hluti af hráefnisverði í áliðnaði eða í framleiðsluferlinu segi og þannig að Eitt atriði þessu, þeir segja þetta er allt rétt og rétt, en svo þeir sér áskota þeir taka lán frá móðurfélaginu á okur vöxtum og láta sína síðan alltaf bókvæslegt tap því þeir eru að borga alltaf sjálfur sem á lánunum. Já, sumt að þessu tap er náttúrulega bara bókhalslegt, Þeir hafa náttúrulega aðgang að fjármagni á einhverjum mínusvöxtum í dag og svo eru þeir með einhverja fasta háa vexti þeir að lána þetta til Straumsvíkur og svo taka þeir gjöld í formi einkaleyfa og hinn og þessu
og það alls konar gjöld sem álveri borgar móðurfélaginu. Það alveg þannig. Það eru nokkra svona góðsagnir að falla í þessu. Það bæði þetta séu traustu vinnustæðir, það að orkuverð sé að fara að hækka, því að álverin virðast víða heim hafa aðgengi að mjög ódýrri orku. Það að það sé orkuskortur á Íslandi og við þurfum alltaf sífellt fleiri og fleiri virkjanir. Það bara komið ljós að það bara alls ekki þannig. Líklega erum við að framleiða helmingi og mikið af orku, því að það má eiginlega reikna með því að ísaloki og svo fljótlega kannski önnur stóriðan í Hvalfirði og svo koll að kolli og Alcoa kannski á 15 ár eftir eitthvað svoleiðis og þannig að það er hugmyndir sem hafa drifið áfram orkustefnuna og stóriðustefnuna virðast vera bara fallnar. Og ef álverin loka og járnblendi verksmiðjurnar, þá 80% af orkunni, það 80% af þeirri orku sem seld á Íslandi fer í þessi 3 álver og í járnblendi. Það átt að loka Alcoa líka sem nú kannski ólíklegra að því það nú svona tildulega nýtt og mun stærri en hinn, eða ekki? Hína stærðina og ef þú ætlar að byggja gróðurhús til að nýta þessu orku, að ég efast að hálendið allt myndi duga til í fermetrum. Þetta rosalega tölur. Hvað þetta stórt? Hvað segir þið þetta sem hafi ekki verið í umræðinu núna, Katrín til dæmis, hvað heldur að við séum? Já, sko. Þetta staða sem hún svo háskaleg að maður velti fyrir sig þegar að vera að ræða þetta, að til dæmis fjölmiðlarnir eða stjórnmálin ráða eiginlega ekkert við þetta, þetta er ekkert að ræða þetta, en samt þetta svona exi sem hangir yfir Landsvirkjun og fleira, þetta gæti kipt fótunum undan Landsvirkjun sem hefði örugga fjárstreymi Landsvirkjuna sem að Bjarni Benediktsson ætlaði að reisa einhvern þjóðarsjóð á, getur reynst það að við þurfum að fara að borga skuldir Landsvirkjunar. Já, sko, þetta bara dæmigerð mýta, það svo mikið gamaldags gömlum mýtum í íslensku þjóðfélagi og ein svo að ef að þessi álver, sko, með fullri virðingu fyrir Reinhold að ef að þau dettu fyrir þá bara liggur við þjóðfélagið á hausinn. Og ég vil bara minna á það að þegar að eitt fellur frá, þá kemur bara eitthvað annað í staðinn. Við erum í bullandi nýsköpun, við erum í bullandi hugmyndavinn og auðvitað fer svo vinna miklu fyrr af stað ef að þessi staða blasir við og það verður ekkert mál að nýta þessu orku. Og hvað ætlar að gera á að kalla þessu á Reinhold? Já, hann svo flottur, sko, hann fær allstaðar vinnu, það ekki spurning. En það sem veldur mér kannski meiri áhyggjum, eða kannski ekki meiri áhyggjum, en stórum áhyggjum núna sko, þetta svo dæmigert. Nú gengur þetta ekki nógu vel, eða þeir segja að þetta gangi ekki nógu vel, maður veit ekkert það almennilega, að þá á alltaf að þrýsta á launafólki. Það á að taka á sig launalækkanir af því allt gengur svo vel og þrýstingur og þetta svo viðbjóðslegt og þetta sýnir bara að sko, þessi nútíma kapitalismi að verða harðari og harðari og harðari. Það verið að þrýsta á launafólk endalaust. Sjáðu nú lífskjarasamningi núna. Það ekki langt síðan Bjarni Ben sagði bara að forsendur fyrir lífskjarasamningnum væru brostnar og kannski ætlaði bara ríkið að segja upp samningnum. Þetta ofboðslega alvarlegt og þetta að gerast allan heim. Það sko, þegar hnattvæðingin hófst, þá var ein afleiðing af henni að fyrirtækin hótuðu að flytja starfsemina til annarra landa ef að launþegarnir væru með, eða launafólkið væri með eitthvað múður og myndi bara loka í Bandaríkjunum, loka bara verksmiðjunni og við setjum hana bara upp í Póllandi eða einhvers staðar þar sem vinnuaflið ódýrara. Og þetta var hræðilegt og alþjóða alþjóða samband verkalýðsfélaga tóku þetta yfir og þetta mikið mál, en þetta að verða verra og verra, alvarlegra og alvarlegra og alvarlegra og nýfrjálshyggjan að sko svoleiðis að þrýsta ennþá niður kjörum fólks allstaðar út allan heim og ef ekki verður gert neitt þá stefnir í algjört óefni fyrir vinnandi fólk, vinnandi stéttir, ekki bara á Íslandi heldur víðar. Ég alveg sammála því að harkan á vinnumarkaðnum, hún aukist gríðarlega.
Ég fór fyrir rúmi ári síðan, þá fór ég lausaróðra á línubát, fór sem vélstjóri, og ég var nú annað vélstjóri þetta, og ég var í nokkur ár á línu, og það er búið að fækka mönnum svo borð, og það er alveg rosalegt vinnuálag á köllunum sem á þessu. Og þetta er bara gjörbreyting frá því ég var á þessu hér á árum áður. Svo líka eins og til dæmis þegar ég var upp í Norðurál, að það ef menn voru ekki orðið sæmilegir og liftara eftir 2 mánuði og voru ekki búin að ná góðum tökum á því að keyra liftara, þá voru þeir reknir. Það var bara ekki flóknara en það. Og svo framvegis og við sjáum hvernig þetta er á spítulunum þar sem það er konurnar sem eru þar að þrífa, það er færri konur sem þurfa að þrífa fleiri fermetra. Þetta er alls það svona, og eru gríðarleg harka. Þetta eru ungar og hraustar konur sem fara í þetta. Svo eru það að keyra það út og síðan það bara endur nýjar, svona kringi nýjar þegar því er alveg þreytta. Því þetta er alveg óbáslega mikil erfiði sinna. Þetta er að gera þetta mjög hratt og leiðinda vinnutími og allt það. En það setur þessu bara skipt út. Svona er hugsað vinnuafl. Þetta er bara rosalega hvernig harkan er orðið mikil í á vinnuafli. Og líka það að ef þú ert með einhverja skerta starfsorku, þú átt ekki séns á vinnumarkaði, eða mjög lítið séns. Ef þú komin yfir 50, þá fara að þrengja verulega þér á vinnumarkaðan. Eftir 60, þá getur þér gleymt því að að komast inn á vinnumarkaði. Ef maður kannski bíl og finna skrúfur. Það er bara svoleiðis. Reinald, þú ert aðaltrúnaðarmaður í Ísal. Ég held þú sért eini trúnaðarmaðurinn í fullu starfi. Þetta var komin í samningarna sem voru gerðir einhvern tímann 1970 við Aluswiss. Því miður hefur ekki orðið framhald á þessu við önnur fyrirtæki að það sé hort svo á að samningar starfsfólksins við stóra atvinnurekendur séu það flóknir og margþættir að það þurfi raunverulega að vera trúnaðarmaður þar í fullu starfi til þess að fylgja þeim eftir. Hvað segir þetta sem að Sigurður er að segja? Er þetta þannig að það sé sífellt meiri harka á vinnustöðum, atvinnurekendur gangi á rétt starfsfólksins, það séu gerða meiri kröfur á það hafi raunverulega minna vald með það hvernig vinnustæða vinnur á? Já, ég held að Siggi sé að segja alveg satt og rétt þarna frá og þetta er ekki, hann þekkir þetta eigin raun líka að hafa skiptum hægt að vinna á vinnustað og ætla að fá sér aðra vinnu og bara raunum það bara hans erfitt að fá vinnu og aldurstengda er rétt og það er líka ýmsir sem hafa haft bara mjög góða þægilega og bara eðlilega kjarasamninga. Núna er verið að bóta í það allt hressilega eins og hjá flugleiðum og það eru stéttir sem að eins og sjómenn var komið inn á áðan sem að er alltaf hallloka út af þeir eru með þetta skiptaverð og allt það og eru jafnvel samningslausir árum saman og og það eru lítið þokast hjá þeim kannski í réttinda átt undanfarin ár og það er líka hjá bara það er svona varnarbarátta allt í norði bara í öllu verkalýðsfélögum og maður sér það bara og margar stéttir sem hafa orðið bara mjög langt á eftir og orðið mikið launabil á milli verkafólks og þeirra sem eru í stéttunum þar fyrir ofan og svo þegar þetta leiðrétt með krónubili að þá með krónutölu að þá minnkar náttúrulega launabilið og þá verða þeir sem að hafa aflað sér einhverja menntunar mjög sárir og reiðir og þetta er svona einhver hringavitleysa í þessu og ég held að grunnurinn að þessu sé sá að við erum með svo opbóðslega marga kjarasamninga. Þetta er svo flókið kerfi hjá okkur og ég bara veit ekki hvað eru margir kjarasamningar í landinu þeir skipta 100 með ekki 1000 sem er bara mjög sérkennilegt þegar maður hugsa það. Iðnaðarmenn eiga að fara allir í eitt félag, sammála því? Iðnaðarmenn eiga að fara allir í eitt stéttarfélag.
að sjálfsögðu. Og verkamanni bara í tveimur félögum og svo framvegis. Það fækkar nú ekkert samningunum þó að starfsfólki fara öll í eitt stéttarfélag. Þannig kannski frekar að þeir fara þá allir undir eitt samning bara. Það einfalda þá. Sko það væri hægt að gera þá aðalkjarasamning sem einhvern sérkjarasamninga byggðu svo á eða vinnustaðasamningar. Þannig að það væri samið bara um færri og stærri og grunnþættina væri samið bara sameiginlega. En Reinhold, mér langar að spyrja þig aðeins út af því, þú ert að tala um vinnustaðasamninga. Eru vinnustaðasamningar í rauninni eitthvað sem bara alveg eðlilegt að hafa? Eru þeir ekki svolítið hættulegir? Og það náttúrulega beggja bland, sko, en sko, ef þú hefur góðan grunn kjarasamning, svo vinnustaðasamning, þannig að þeir byggja á náttúrulega kjarasamning. Og þeir geta gengið lengra heldur en kjarasamningur. Þannig að í sjálfu sér eru þeir af hinu góða að því leyti, af því að þeir geta aldrei gengið skemur heldur en gildandi kjarasamningur. Okay. Herðu, mér langar að spyrja ykkur að má ég skjóta inn aðeins öðrum svona vinkli, því að við erum að tala hvernig stór fyrirtæki ganga að verkafólkinu þessa dagana. Það er í gangi í stóriðjunni, það sem verið að bara neita að semja og svona lúmskótur það að það eigi þá frekar að semja lækkun launa eða þá meira vinnuframlag fyrir sömu laun. Það sama sjáum við að hvernig Icelandair gekk fram gagnvart sínum stéttum. Bæði Icelandair og stóriðjan hins vegar að ganga á ríkið og ríkisfyrirtæki aðstoð, lækkun raforkuverðs og þar líka runa af ferðaskrifstofufyrirtækjum sem að heimta að fá sína þjónustu. Þannig að svona aflið sem að hinir sameiginlegu sjóðir hafa til umbóta í samfélaginu virðist vera að einhver leyti upptekin af því að laga stöðu fyrirtækja og fjármagnseigenda sem að á sama tíma eru að herja á launafólkið. Þetta getur verið að við séum bara komin á eitthvað svona stað að svona vígstaðan í sókn verkafólksins betri lífskjör gagnvart fyrirtækjunum að vígstaðan segja fyrir bara verri í dag heldur hún hafi verið svona lengi. Sko, en sko kapitalistarnir, þeir eru alveg til í sósíalísk úrræði þegar gengur illa hjá þeim. Við bara höfum séð það og þeir nýttu sér það allt í botn og þurftu nú sumir að skila aftur bara út af blaðagreinum sem voru skrifað og upprópunum þegar fólk var hissa á að þetta og hitt fyrirtæki þurfti á ölmus að halda frá ríkissjóði. Þannig að sko þegar þeir koma á samningaborðinu núna, þá verða þeir mjög brotnir og segja við erum við erum að kafa mjög djúpt í vasan í dag bara til að halda rekstrinum gangandi, við þurftum að aðstoða að halda og svo framvegis. Þannig að víglínan er þarna núna, hún svona, þeir munu verða mjög aumir og Bjarni Ben, hann sagði að lífskjarasamningurinn að hann stæði eða sko í dag með ástand í dag að þá væri engin innistæða fyrir þeim kaupækunum sem var samið þar. Þannig að það búið að gefa það út af ríkisstjórninni að lífskjarasamningurinn sé of dýr fyrir atvinnulífið. Já, ég sammála þessu og sko maður sér núna, sko þetta í beinni útsendingu núna. Í hverra þágu ríkisstjórnin starfa. Hafið það einhvern tímann verið óljóst, þá það mjög skýrt. Núna þegar að fólk að missa í hrönnum vinnuna, uppsagnarfrestirnir eru búnir, nú taka bara atvinnuleysisbæturnar við og enginn veit neitt og fólk hættir að eiga fyrir leigun og svo framvegis. Það eru engar áætlanir komna fram hvernig á að bjarga þessu fólki, engar. En það eru hins vegar og hafa bara verið opinn ríkissjóður fyrir fyrirtæki og atvinnurekendur. Og ég ekkert að segja það að auðvitað á sumt af því alveg rétt á sér, ég ekkert að segja það, ég bara að segja þetta svo einhliða
og þetta bara segir, sko, mér finnst oft gott að setja hlutin upp einfalt, þetta bara svo einfalt, það ekki alltaf verið að flækja málið með einhverjum fræðiheitum, eitthvað svona, þetta bara svona, punktur og basta, það bara þannig, og þannig að í raun og veru þá blasa við að hamfarir í raun og veru í kjörum fólks, sérstaklega þeirra sem minna hafa það, og þetta mjög alvarlegt og núna samhliða þessu þá þarf þetta að vera áminning verkalýðshreyfingarinnar það að hún verður að styrkjast, hún verður að fá meiri völd, hún verður að vera stærri partur í allri ákvörðunartöku afkomu fólks í landinu, það bara þannig. Munið þið eftir tímum þar sem að laun fólks hafa verið lækkuð jafn kerfisbundið og núna það til dæmis eins og hjá flugleiðum, hvað þetta séu margir sem eru að taka á sig launalækkun, kannski 2000-3000 manns og það verið að ganga á fleiri stéttir að núna þurfum við raunverulega bara að lækka launin til að bjarga stöðu fyrirtækjanna og þá náttúrulega átt við eiganda þeirra. Ég man ekki eftir þessu. Nei, sko, ég man nú eftir því þegar ég og Reinald vorum að vinna í Stálsmunni í gamla daga. Þá komu oft dauðir tímar. Kannski allt 2-3 mánuði, sérstaklega á haustin, það var erfitt tíðarfæri og við lítið bát á sjó og lítið viðgerðir og svona. Og þannig að við vorum að sópa gólfinu og mála og taka til á lagarnum og svo snöfla. En það var aldrei eftir þetta var að segja okkur upp. Aldrei. En svo þegar fyrirtæki núna í dag eru lendi einhverju spá krísu eftir dæmalaust góðæri, þá bara fyrsta vikan beitt í ríkissjóð og geti ekki borgað það fyrir okkur. Og fyrirtæki segja fólki upp í ljósi aðstæði ástæði lítur út í haust, þá gripum við til að ráða að segja bara öllum upp í dag. Já, einmitt. Þetta bara mjög algengt. Þetta var ekki, þess að ég segi þegar við Reinald vorum í Stálsmiðinni og það var ekkert að gera í einhverja 2-3 mánuði, nema það við unnum dagvinnuna og svona voru einhverja spáverkefni og svona, það var aldrei talað að þetta var ekki okkur. Aldrei það að segja okkur upp, aldrei. Það því að kæmi, verkefni koma á svo seinna. Það kom alltaf jólaskip, ekki? Aha, það kom alltaf jólaskip. Já, jólaskip, já. Herðu, Ingi Þór, þú stóðst í kjarabaráttu, Ingi Þór, og sigldir með áhöfnin í land, deilum út af fiskverði. Hvernig endaði þessu kjaradeila? Hún ekki búin. Þeir hafa gert allt í sínu valdi, ásamt LÍÚ til að tefja málið, rýna í einhver smáaléttur og bara allt til að komast hjá þessu. Og það með þess að henta þeim ekki að ég sem trúnaðarmaður, þannig að þeir viðurkenna mig ekki sem trúnaðarmann, bara þegar þeir henta þeim ekki. Þannig að það bara allt stopp eins og og ég hef ekkert unnið núna í rúma 1,5 mánuð. Þannig að það sér ekki. Má ég spyrja það launum? Ég á tryggingu, hún langt undir lágmarkslaunum. Þannig að... Hvernig sendur það því? Já, þó að spyrja forystuna því. Er ekki bannað að borga undir lágmarkslaunum? Ég þarf bara að láta stéttarfélag skoða þetta, en eins og umræðin undan, við langaði að skjóta inn í bara, eins og það sagði fínt með gróðan og tapið. Ég held að við sem bara komin á þann tímapunkt í bara lífi allra að massakapitalismi að drepa allt sem gott heitir. Hvort þessu jörðin, menntun, menning. Það þarf bara mikið róttækari breytingar en COVID til að breyta hugafari manna gaggar hvernig við lifum. Það má ekki vera bara að drepa jörðina og okkur 1% jarðarinnar hefur það fínt. Ég get ekki að sé hvernig þetta dæmi gengur upp á þess að allt var að blossa upp í baráttum og styrjöldum. Þarf ekki baráttu, eitthvað hægt að kvarta við því ef fólk kúað og það bara kúað meira og meira og svo endanum rís það upp, ekki getur við kvartað við því ef ekki bara fagna því? Jú, en ég meina þegar þetta orðið svona ofsafengið þá getur þetta orðið meira en bara barátta. Þetta getur bara brotast út í einhverja styrjaldir og sprengjuregn og allt svoleiðis. Ég sé ekki annað, það alltaf að fara á hliðina. Með þessu stjórnunarhætti, það þarf eitthvað að breytast svo allt færi ekki að versta veg, Ég sé þetta ekkert öðru sér,
merkilegt að heyra með kauptrygginguna hjá fiskimönnunum, sko, sem eru sko launahæstu mennirnir í hérna Vaffen, félaginu sem ég í ennþá. Það eru fiskimenn sem eru vélstjórar. En þeir eru líka sko með það svo mikið, það himinn og hafa á milli þess að vera á veiðum eða vera á tryggingu, sko. Og þú ert að tala ennþá minna kaupendur en þeir, sko, því að þeir eru nú með kaup yfir lágmarkslaunum, þó þeir sé ekki að veiða. Hvernig stendur á þessu að sjómenn hérna láta bjóða sér það að vera með kaup sem er lægra heldur en hérna lægstu stéttirnar hafa eins og í umönnun og við barnauppeldi og svoleiðis sem hafa verið lægstu launuðu stéttirnar. Ég hef alltaf séð sko þessar greiðslur til sjómanna, þær eru bara fyrir neðan það. Er það ekki rétt hjá mér? Ég fekk allavega síðast útborgað 211.000 og hvort það sé undir yfir lágmarkslaunum, ég veit að það lifir svo sem enginn á þeim launum, sko. Nei, ég hef aldrei skilið þetta en það er nú sama, en ég vil náttúrulega að þessar lægstlaunuðu stéttir í landinu, þær hafi mannsæmandi kaup og ég tala um fólki sem hugsar okkur og börnin okkar og er að kenna börnunum og allt það og tekur við okkur sigga þegar við förum á elliheimilið. Ég bara skil það ekki að hetjur hafsins skuli vera á svona lélegu kaupi. Ég bara hef aldrei fattað það. Ég kom inn á áðan náttúrulega Gunnarsmóra þegar olían var slæm árum áður. Það var tekið 30% af laununum okkar og því hefur ekkert verið skilað aftur. Bara eins og líka Steingrímur J. tók að okkur sjómannaafsláttinn. Honum hefur ekkert verið skilað aftur. Það er endalaust selst í okkar vasa, hvort það eru útgerðarmenn eða stjórnmálamenn. Við erum alltaf þeir sem lemta illa í því, alveg sama við hvernig við erum að semja. Ingi, ég var nú aðeins að læra þetta núna, því að sko, olíusjóðurinn og kauptrygging er bara alls ekkert sami hluturinn. Kauptryggingin alveg sér ákvæði í kjarasamningum og olíusjóðurinn, hann er tekinn af óskiptu aflaverðmyndi. Já. Það er enga svið 30%. Minnkar þar með hlutin, þannig það er Minnkar hlutin, já. En hann hefur engin áhrif á kauptrygginguna. Nei, hann fór líka út fyrir kauptrygginguna, þannig ég talaði líka út fyrir, sko. Ok, en mig langar að við má að þess að halda áfram með orkuframleiðsluna og hvað á að gera við hana ef að stóriðurnar loka hverju annarri. Við höfum þörf fyrir hellingaorku og við getum notað hana okkur til framdráttar og til þess að minnka til þess að minnka sko deilur eða kveða niður deilur til dæmis varðandi laxeldi í sjó svo framvegis vegna þess að ég er nú lærður fiskeldisfræðingur hvort sem ég trúi því nú ekki eftir að hafa verið 40 ára á sjó ef þið takið eldislax og sjókví og greinið hann, holdafarið og holdið, þá er þetta bara drulla. Þetta er bara mjúk drulla og langt frá því að vera listugur matur. Í samanburði við lax sem að væri straumsettur í keri, eins og gert þetta til dæmis við bleikjuna í víðast hvar alls staðar sem hún er alin, sem er súpervara. Við getum tekið laxinn upp á land og alið hann í kerjum. Við getum straumsett og búið til vöðvamassa úr laxi sem yrði úrvalsvara bara eins og lax úr straumvatni, bara villtur lax úr á. Þorbergur, þú ert að byrja svo stóru máli hvað við að gera við orkuna þegar við erum búin að loka öllum þessum álverum að ég ætla að fá að sitja hálfleik hér
og kannski tökum við það mál upp aftur seinna, en ég þakka ykkur öllum fyrir að koma hérna og sitjast við. Þetta alltaf svo fjörugt hérna þegar það svona, við köllum þetta gjallarhornið, þegar það opið fyrir fólk að koma hinga inn og taka þátt í umræðinni. Þetta bæði verða fjörugur umræður og svo það líka inn í þessar umræður koma hérna mjög áhugaverðar fréttir eins og umfjöllunni var hér mögulega lokun á Straumsvík, mjög merkilegt sem að Ingi Þór sagði hérna að það hefði aukið fjárfestingu í sjávarútvegi þegar veiðigjöld voru hækkuð en ekki lækkuð. Það er ein af góðsögnum nýfrjálshyggjunnar að með því að lækka skatt á fyrirtæki þá eykst fjárfestinga. Það er raunverulega öfugt eins og hann benti svo ágætlega á, og það er margt annað sem hefur komið þetta fram, mikið talað verkalýðsmál eins og síðast, og kannski bendir þetta til þess að við ættum að ræða meira verkalýðsmál hér á samstöðunni og finna eitthvað farveg til þess að hafa öfluga umræðu verkalýðsmál. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir, Ingi Þór, Katrín, Siggi, Þórbergur og rússneska peran í Póllandi sem að sást þegar þau heyrðu röddina, Reinhold, það var Reinhold Richter sem er staddur í Póllandi og hann var með ykkur slæmu sambandi, þannig að hann valdi það að leyfa ykkur að heyra röddina frekar en að sjá hans Stjarnan skein skært. Já, skært. Herðu, en á morgun verður áfram hér rauðaborðið og svo á föstudaginn líka, þá ætlum við að vera með nýjunga, þegar við erum að þrefa okkur áfram að vera með beinar útsettingar og hleypa fólki að útsettingunum. Þá mun verða svona einn gestur hér í viðtali, Sólveig Anna Jónsdóttir, og ég mun byrja á því að ræða hana lítillega, svo opnum við fyrir spurningar. Þið megið þá öll koma inn á fundinn og spyrja Sólveig Önnu eða leggja eitthvað fyrir hana. Við sjáum hvernig það þróast, eins og þið takkið eftir þá erum við bara að móta samstöðuna á meðan að skipið siglir og það hefur gengið ágætlega hingað til, og ef hún byggist upp í að pratt og hún gert undan 4 mánuði þá munur örugglega verða bara sjóferð með haustinu. Ef þið viljið styðja okkur þá getið þið gengið í Alþýðufélagið sem er svona bakhjarl samstöðurinnar. Það er gert með því að fara inn á samstöðum.is, það er skráning, það getið þið lesið hvað Alþýðufélagið er, hvet ykkur til þess að gera það. Annars þakka ég gestum mínum kærlega fyrir að gera þennan þátt skemmtilegan og hlustundum fyrir að setja merkingu í þann með því að hlusta. Takk fyrir í kvöld.